Hérna á þessu mánudagskvöldi biðst afsökunar ég segi að lækka í Muse og ég mun að sjálfsögðu setja það aftur á playlistan hérna aftur rétt á eftir. En ég kom á línuna einn bikarmeistara sem var einmitt að keppa í kvöld. Það er Hreimur Örn Hreimursson, góður blessa og sæll eða ekki? Ertu þarna? Ertu þarna? Halló? Hreimur? Það datt hann út. Ég prófa bara að hringja aftur. Hreimur? Halló? Já, blessaður og sæll. Það er gæðan. Herðu, til hamingju með bikarmeistarann. Já, gæðan fyrir. Herðu, það var ansi gott að vita því að var fulltrúi Suðurlands þarna á svæðinu í Reykjavík. Já. Já. Og férst eitthvað að spila í þessum leik? Hvað segirðu? Og gerður eitthvað gagn í þessum leik? Já, við byrjum hérna, við vorum erum heldur stóran og skemmtilegan hóp og við byrjum mjög sterkt allum manna lið og hérna vorum fljótir að ná okkur í 4 mörk. Ég gerði svo fræður að leggja veitt og hérna og syndi minni skildu varnarlega og svo erum við með alveg stórkostlega mennum á milli. Það er gaman að þessu. Já, og þið eru líka á toppnum í deildinni? Við erum á toppnum í deildinni og hérna, já, við erum í rauninni bara að gera það sem við ætlum okkar að gera. Við ætlum að safna okkur í stóran og góðan hóp sem hefur gaman að því að spila bolta. Og hérna, og rótera svolítið vel mönnum og hérna vera bara með góða hryggjarsúlu og hérna og bara nummer 1 og 3 hafa gaman að þessu. Og þetta lið Refirnir, þetta eru náttúrulega bara skipað öllum sem hafa sem bara gaman að fótbolta. Það er bara ekkert öðruvísi, þetta eru bara gamli refir hérna í þessu bolti. Ég held að yngsti maðurinn í hópnum sé eldri en 30. Já. Og í kvöldu vorum við að spila við menn sem að held ég að sé ekki einn komin í 30. Þannig að þið eru etnilegir ennþá, má segja. Við erum ellismedli, sko aldursforsendin liðin er Ívar Guðmundsson útvarpsmaður 47 ára gamall, líklega í besta forminu á okkur. Svona líkamlega og en við erum með flotta menn hérna í þessu liði og okkar besti maður í kvöld, okkar 2 besti menn, Trausti og Óli Már sem er, já, Óli Már Golvari, bróðurinn Skilva sig. Og þeir voru alveg stórkostlegir í kvöld og slóðu ekki við slöku og bara það var alveg unn að sjá liðið sérstaklega í fyrri hálfleik. Já, og ert þú... Gott spil og fallegt og ég er nokkuð viss það að þessi fyrri hálfleikar að við hefum staðið í mun sterkari liðum í kvöld en bara utandelda liðum, sko. Og það er væntanlega tvöfaldur sigur fyrir því að Liverpool vann líka í kvöld. Já, virkilega glaður með það. Ég var svo heppið að sá markið á Benteke og svo hafi nú verið svona pínu rangstöðu lykt af því og þá maður græti það ekki endilega. Nei, nákvæmlega. Það getur bara verið gaman líka en fyrir alla sem er að hlusta ég bara að segja það er hrikalega gaman að vera taka þátt í utandeildinni. Það er rosalega gott starf sem er unnið hérna í kringum þetta og 2 bræður sérstaklega Rúnar og já, ég man nú ekki Bergur? Já, Bergur og Rúnar sem að vinna alveg gífurlega mikið starf og menn í kringu þá og virkilega gaman að taka þátt í þessu og vera með og hrós bara til allra sem að koma. Þetta er frábær skemmtun að vera í utandeildinni og í rauninni er þessi deild sterkari en margur grunar, sko. Hér eru fullt af mönnum sem hafa gaman að fótbolta en hafi kannski ekki tíma til að æfa fullri elju en virkilega gaman að vera með. Er möguleiki fyrir Sunnlendinga að taka þátt í svona deild? Það er bara að safna saman í, ég minnst að kosti 11 manna lið og skrá sig. Já, nákvæmlega. Og í rauninni, þú veist, þetta er svo auðvelt vegna þess að menn skrá sig bara til leiks og safna saman bara í góðan hóp og hér eru frjáls og skiptingar og þetta eru 40 mínútur og á stóra völl og í ár hafa verið leikið með, já, ef það er ekki línuverið þá eru 2 dómarar sem er þetta afskaplega skemmtilegt fyrirkomulag, virkilega skemmtilegt það sem eru bara mikil og góð yfirferð á dómurunum og sem hafa staðið sem þetta mjög vel í sumar, það er bara ótrúlegt að maður sé að spila einhverju sem heitir utandeild þegar umgjörðin er svona skemmtileg. Já, nákvæmlega. Og það á toppvörðum líka. Já, og þú ætlar núna að fara að fagna sjálfsögðu? Já, ég er hræddur það að við ætlum að skella okkur í eitt kaldan og hafa gaman. Ég vona bara sem flestir við erum bara til Mosfellsbæ, við ætlum að kíkja på Hvíta riddara og það er bara allir velkunnir þangað að koma og kíkja á strákana. Já. Hreimur, svona rétt í lokin áður en við sleppum þér, ertu ekki ánægð með svona KFR-liðið, þeir eru nú ennþá ekki í fallsæti? KFR-liðið er bara, sko, þetta er ungt lið, þetta er flottur hópur og
En það sem er kannski er bara breytin ekki alveg nógu góð. Nú veit ég hann Elmar Hauksson, vinur minn og hérna að fara að byrja að spila með hann aftur og það er gífurleg viðbót fyrir að fá eitt sterkan í senterinn í vörnina eða fá í bakvörðin og hérna og það nú alltaf og það eru fleiri hérna og ég vona bara að menn á að halda þessu liði gangandi. Það er mjög mikilvægt. Vegna þess að hérna þetta eru góðu drengir og það er flott starf sem unnið fyrir austan og ég held að menn ættu að hérna að svona já, kannski bara fara að íta aðeins betur á þetta og bara leggja aðeins meira starf í kringum þetta. Þetta er mikið vinna. Fólk þarf að leggja á sig mikla vinnu. Já, það er bara þannig. Hreimur Örn, ég ætla að fara að sleppa þér aftur og leyfa þér að fagna þess að þú ert væntanlega ekki einu sinni búin að kissa bikarinn eða? Jú, ég að fara að setja myndar mér á Facebook maður. Hreimur Örn, góða skemmtun og gangið vel. Takk fyrir. Já, þetta var náttúrulega Hreimur Hreimursson, já, og Rangvallarsýslunni og hann er náttúrulega leikmaður hérna sem verður bikarmeistarar núna í kvöld og já, það má kannski benda á það næstu leikir í þessar utandeildi í Reykjavík, það er utandeildi.is og svo er það næstu leikir samkvæmt hérna leikskráninni, það er Áreitni Reynir á morgun í Fagrilundi 7:30 og svo 9:00 einnig í Fagrilundi landsliði Skellur. En á það, við fjöllum meira þetta í næstu viku og leyfum þeim endilega að njóta þess að vera orðnir bikarmeistarar. En sportátturinn verður ekki lengri sinni, við ætlum að minna á næstu leiki sem framöndan eru í hérna á Suðurlandi. Byrjum í Pepsi-deild karla, það er IBVF sem spila móti KR á 5. klukkan 6 í Eyjum og svo er það í Pepsi-deild kvenna, þá er næsti leikur Selfoss Valur á Selfossvelli klukkan 6:30. Núna miðvikudaginn og morgun þá fer IBVF í heimsókn á KR-völlin og sá leikur er klukkan 6 og svo er það í fyrstdeild karla, þá er næsti leikur hjá Selfissingu þar í mikilli baráttu að halda sér hérna upp í fyrstdeildinni. Þeir mæta Fram og Fram er einmitt þarna 4 stigum fyrir ofan þá og sá leikur er klukkan 6:30 núna miðvikudaginn á Fram vellinum. Í öðru deild karla þar er Ægir í bullandi fallbaráttu, er í næsta sæti en þurfa heldur betur á ykkar stuðningi að halda. Ægir spila næsta móti Hetti klukkan 2 á laugardaginn og að gera skella sér í ferðalag á Egilsstaði. Þriðju deild karla, þar er KFS og KFR að spila. KFS er í 5. sæti deildarinnar með 19 stig, KFR í 8. með 13 stig, líkt og Berserki sem er í 9. sæti með 13 og næsti leikur hjá þessum liðum er þannig að KFR spila á sunnudaginn gegn Einherja á Hvolsvelli og svo er það á Helgafells-vellinum KFS Einherji á laugardaginn klukkan 2. Svo í fjórðu deild karla, það er síðasta umferðin sem fer fram núna í vikunni. Miðvikudaginn þá er það léttir Stokkseyri klukkan 6:30 á Hertsvellinum og svo er það Árborg Kóngarnir klukkan 6:30 hérna á Selfossi á fimmtudagskvöldið og Hamar Máni á Grýluvellinum í Hveragerði klukkan 2. Svo hefst umspili hjá þessum liðum eða Árborg. En ég þakka ykkur fyrir hlustunum í kvöld. Njótið vikur sem framöndan er og ég minni enn og aftur á morgun þá ætla Henný Árnadóttir og Guðlaugur Werner að taka við og þau verða meira segja eftir að heyra í landsliðinu okkar sem eru konu undan úrslit á heimsmeistaramótinu í Rússlandi U19. Það eru 4 Sunnlendingar, 2 Eyjamenn og 2 Selfyssingar og svo eru 2 í þjálfarateyminu, annar er sjúkraþjálfari og hinn er þjálfarinn. Meinum það á morgun. Fylgjast með okkur á Suðurland FM allan daginn, alla daga og verið sæl. Vertu stilltur í umferðinni. Suðurland FM